Fulfill, gómsætt nammi með dagsskammti af 9 vítamínum, 20 grömm af prótíni og engum viðbættum sykri. Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Nú ætlum við að fjalla geðheilbrigðismál. Alþjóðlegi geðheilbrigðisdagurinn 10. október næstkomandi og þau eru komin hingað til mín frá Grófinni, Geðverndarmiðstöð, Friðrik og Valdís. Systir mín, velkomin. Blessuð, kæra systir. Segið mér aðeins, það ýmislegt á döfinni. Geðheilbrigðisdagurinn næstu viku, það eru tónleikar og það afmælisveisla Grófarinnar og alls konar. Mér langaði bara að segja að Grófin verður einmitt 6 ára, 10. október, og það hefur gengið vel fjárhagslega þessu fyrstu ár. Og það ekki síst því að þakka að við fórum á stað með svo góðan bakhjarl sem Geðverndarfélag Akureyrar, sem meira en 40 ára gamalt félag hérna í bænum. Þeir áttu smá sjóð sem að svona ýttu þessu úr vör. Svo reyndar sá sjóður að tæmast. Það sem er til stressu, sko. Já, og við höfum nú jafnhliða verið að reyna að afla svona fjármagn sem kemur inn og erum með góðan samning við Vinnumálastofnun, en betur má en duga skal. Og við höfum fundið mikið þakklæti og velvilja bara úr samfélaginu. Svona frjálsfélagasamtök hafa verið að styðja ykkur, svo Lions. Oddfellogar, verkalýðsfélögin, Eining Iðja. Og svo náttúrulega bara ýmis starfsmannafélög og kvenfélög. Og það auðvitað lykillinn að þessu að samfélagið taki þátt í svona. Verðum að nefna Norðurorku, þeir hafa stýrt okkur trekk í trekk og eru núna bakhjarl. En þannig þetta samt núna að þið viti kannski ekki almennilega neitt langt fram í tíman af því að þið eruð ekkert örugg með eitthvað fjárframlög. Það orðið þannig núna, sko. Bara frá ári til árs. Frá ári til árs. En við höfum svolítið verið að skrifast á við félagsmálaráðherra, Ásmund, og hafa samband við þingmenn og bjóða þeim í heimsókn og svona. Þannig að við erum að potast í þessu. Og nú erum við komin hérna N4 og nú bara klarum við það. En við ætlum líka að benda það að nú hérna reikningur, einhvers staðar reikningsnúmer Grófarinnar og fyrirtæki bara hér í bænum eða víða land geta bara hent inn á. Við bara tökum það orðinu að skora á fyrirtæki og einstaklinga að styrkja okkur. Einstaklingar sem að en svo eru tónlistamenn að styrkja okkur með því að halda svakalega rocktónleika á Græna hattinum. Þetta ótrúlega spennandi. Og það að kvöldi 10. október og menn geta farið inn á Tix og keypt miða. Og það hljómsveit sem ég googlaði, Bootlegs. Rosa þétt bandmaður, þeir voru í músíktilraunum 1988. Gera aðri betri. Þetta eru originalar, miklir sko. Og svo Helgi hljóðfærarleikararnir og hinir og þessir. Þetta er langur listi. 10 rockhljómsveitir. Þannig að... Já, reyna að telja þær upp. Ég með þetta á blaði, ef þú vilt heyra þetta. Kom með þetta. Ég vil heyra þetta. Sko, það eru Ívan og Garðar. Það eru flottir náungar sem eru að nota sér Grófina. Þannig að þeir stíga þarna stokk. Svo það Yngvi og félagar, Yngvi Rafn Yngvason. Og svo það Magni Ásgeirs, hann ætlar að koma með gítarinn. Rúnar F. kemur með hljómsveit. Og ein punk hljómsveit frá Hrísey, hann gaman að segja frá því. Kaktus Hvítlaukur frá Hrísey, þeir hafa ekki komið saman í 37 ár, þannig að þetta er sögulegt. Spennandi. Svo það Lost, margir af minni kynslóð kannast við þá hljómsveit frá Akureyri. Hvandalsbræður sem eru nýorðnir 17 ára, vel þekktir. Þar smá áhættu atriði því að trommarinn má ekki tromma og Arnar hljómborðsleikari ætlar að fara á settið. Svo kemur hljómsveit frá Neskaupstað, DDT skordýraeitur. Þetta frábæri náungar, framhaldsskólakennara þar sem að hafa bitun og við. Já, þeir eru að standa fyrir menningaviðburðum og koma fram. Og Helgi og hljóðfærarleikararnir sem eru búin að gefa út fullt af plötum. Sem við þekkjum vel. Og svo að koma einn hljómsveit frá Reykjavík sem heitir Bootlegs, sem þú myndist á. Þeir koma allavega sunnan, það bara þannig. Já, þannig að þetta eru 10 hljómsveitir, þetta er bara rockveisla. Og það Rögnvaldur Bragi, gamla skólafélaginu sem skipuleggur svo tónleika. Öðru nafni Rögnvaldur Gáðar? Já. Hann nær þessu fólki saman og þetta verður bara veisla þarna. Allur ágóðinn fer þá til Grófin. Þannig að þessi tónlistamenn eru með hjarta á gulli, við erum bara mjög þakklátt. Og eigum aðeins að fara yfir það, fyrir hverja er Grófin? Sko, við erum bara fólk af öllum stigum samfélagsins. Það er þarna ungt fólk og eldra. Það eru þarna námsmenn og framhaldsskólanemar. Já, háskólanemar og fólk með nokkrar háskólagráður. Það eru sjómenn og það eru iðnaðarmenn.
Og svo eru fyrir menn eins og ég sem aldrei hafa klárað neitt. Búin að prófa alla skóla en náðu aldrei að klára. En með lífsins skóla í farteskinu. Jú, en þetta nú það sem að við þurfum svolítið að geta tekist á við. Að lífið ekki alltaf eins og við hugsaum það þegar við erum ung. Nei. Við vitum ekki lífshlaupið okkar sko fyrir. En maður getur alltaf reynt að gera gott úr því. Já. Og Gróin svona staður sem fólk kemur saman og sinnir sínum hugðarefnum og byggir sig upp, vald eflist og leita sér stuðnings og fræðslu og hefur gaman. Og stuðnings af sko, fólki sem deilir þessari reynslu. Já. En það bara svo athyglisvert að það bara helmingur samfélagsins sem glímir við geðraskanir ævina. Þannig að þú veist, ef við erum ekki félum með þetta, að þá svo auðvelt að deila reynslunni. Og þetta eru alls kyns, þú veist, það er kvíði, þunglindi. Já, allt rófið. Og bara allt rófið. Og það eiginlega ekki kvíði getur verið mjög alvarlegur. En geðklofi þarf ekkert endilega að vera mjög alvarlegur. Það var hljómið miklu alvarlega. Já. Ég meina, þarna eru líka viðhorfin okkar svolítið að breytast vegna þess að við bara erum með miklu meiri upplýsingar í dag. Já. Bara svona til að fá smá samanburð, sonur minn að vinna verkefni upp úr Ljósu sem var skrifað náttúrulega konu miðri 20. öld sem glímdi við hvörf sennilega. En þar var hún lokuð, sko, hún var lokuð í búri. Þetta var úrræðin þá. Þannig að við erum komin dálítið áleiðis, Jesús minn, en samt vantar alveg upp á í svona geðheilbrigðismálum, myndu ekki segja það? Það eru stór göt. Það eru stór göt. Jú, þetta er oft þung skref fyrir fólk og það er bara rosalega erfitt þegar maður hefur lokað sig af að koma sér út á meðal manna. Já, maður einangrar sig kannski. Já, og maður bara gleymir því, hvað talar fólk þegar það hittist. Já. Og maður bara, þú veist, þetta er svona eins og doði í manni. Og það er svo erfitt að koma sér þarna út. En þegar að fólk gerir þetta, að þá þekkjum við það sem höfum gert þetta, hvað þetta er mikið átak. En fólk kemur í grófina og það er rosalega gott andrúmsloft og það er einhvern veginn það sem að fólk treystir sér miklu betur. Já, það eru þarna stuðningshópar, þið getið hist og spjallað í alls kyns hópum. Já. Það eru þarna líkamsrækt og alls kyns uppákomur og fjör. Það er rosa mikil rostaveisla. Já, og þetta er allt þjálfun, sko. Þetta er ekki bara til þess að hafa gaman, en það er alltaf eitthvað þjálfuna gildi, sko. Já, mér langar að segja það, sko. Þetta er staður fyrir fólk sem með geðraskanir eða er búið einangra sig félagslega. Við erum ekki með einin inntöku viðtöl eða flokkun en eitt svoleiðis. Fólk kemur þarna bara sem manneskjur. Við myndum að tengjast öðru fólki og við byggjum á einhverju sem heitir jafningjanálgun og batanálgun og valdefling. Þannig að við reynum að hafa þetta svolítið lýðræðislegt og þeir sem vilja vera með, þeir fá tækifæri til að setja eitthvað á dagskrá, eins og ostaveisluna. Það var áhuga mál hjá viðkomandi. Og líkamsræktin og allt, þetta er það sem að fólkið sjálft er að kalla eftir. Þannig við erum að reyna að mæta þörfum, við erum að reyna að mæta þörfum hvers annars þarna í og fólk kemur þarna að það gengur ekkert inn og getur bara eitthvað tínt úr hillunni, heldur þarf það svolítið að gera sjálft. Þetta er svona sjálfsafgreiðsla. Já, þannig. Þetta er bara svo í Netto 9 kannski. Og það er bara ótrúlegt hvað fólk er frumlegt og duglegt, þegar að eigir tækifærin til þess. Við reynum að hafa áherslu á styrkleika og að gera og byggju og hvað er þetta að gera til að bæta lífsgæði og láta sig líða betur. Tíminn er að hlaupa frá okkur. Það er ammæli líka. Ætlaðu að bjóða í það eitthvað eða er það bara það er opið hús frá 24. 10. október. Þannig að sko, ég vildi bara, þetta er 10. október sem við komum til að tala um. Þetta er alþjóðlegi geðheilbrigðisdagurinn. Það er ammæli í Grófinni 24 og það eru tónleikar á Græna hattinum klukkan 9 og það er þetta að fá miðana á Backpackers, grænihhattur.is og Tix-is. Það getur ekki klikkað. Þetta er frábært þrenna. Takk fyrir að koma í þáttinn og gangi ykkur vel og muniði reikningin hérna. Bara slengja smá pening hérna inn á. Takk fyrir. Takk fyrir okkur.